22. desember. Gáttaþefur búinn að ganga allt landið í nótt og gefa börnum í skóinn. En hann orðinn svo þreyttur að hann vill helst fara heim að sofa. Hann fer heim í jólasveinahellin og hitti þar Leppalúða sem líka dauðþreyttur eftir allan jólaundirbúningin. Hvað ert þú að gera hérna? Spyr Leppalúði. Þú átt að vera farin til byggða og skemmta börnunum. Ég svo þreyttur, segir Gáttaþefur. Má ég ekki bara vera hérna yfir jólin og sofa? Ég allavega nenni ekki að labba í bæinn. Hættu þessu rugli, segir Leppalúði. Ég skal skutla þér í bæinn. Ég get ekki farið alla leiðin í bæ þar sem börnum geti brugðið að sjá sjálfan Leppalúða keyra bíl. Ég seti út við bæjamörkin og þú lappar þaðan niður í bæ. Þeir feðgar fóru á stað, báðir dauðþreyttir. Það ekki góð hugmynd að keyra dauðþreyttur. Þá skárra að leggja sig í 15 til 20 mínútur og keyra svo af stað. Gáttaþefur sá á pappa sínum að hann var alveg að sofna. Ekki sofna, pabbi, þá keyrirðu út af eða á einhvern annan bíl. Hreytir Leppalúði í Gáttaþef tilbaka. Ég get alveg keyrt bíl án þess að sofna, en þú mátt ekki sofna heldur, því ég verð þreyttur ef ég siti hliðina á sofandi jólasveini. Gáttaþefur lofaði pappa sínum að sofna ekki, en til þess að hjálpa honum að sofna ekki, þá sett hann smá kaldan blástur í bílinn og stilti líka útvarpið á jólarokkstöðina. Eftir því sem þeir keyrðu lengra varð Leppalúði þreyttari. Nei, nú stoppum við bílinn og förum út og tegjum úr fótunum og löpum aðeins og komum blóðin á hreyfingu, prófaði Gáttaþefur. Leppalúði stoppaði bílinn út í kanti þar sem hann var ekki fyrir hinum bílunum og stökk svo út úr bílnum á bakvið stóran klett sem þarna var. Líklega myndi öðrum bílstjórum bregða ansi mikið ef þeir sæju Leppalúða tegja úr sér og ganga við veginn. Þegar Leppalúði og Gáttaþefur voru búnir að labba aðeins og tegja úr sér, þá settust þeir inn í bíl og gættu sér á smákökum og kakói sem Gáttaþefur hafði tekið með. Nú var Leppalúði miklu hressari og tilbúinn til að halda áfram. Hann keyrði af stað og þeir feðgar sungu saman jólarokklögin sem voru í útvarpinu. Leppalúði keyrði alla leið að bæjamörkunum og stoppaði þar. Gáttaþefur fór út og labbaði inn í bæinn, en Leppalúði keyrði rakleitt tilbaka í jólasveinahellin og lagði sig. Hvað sniðugt að gera ef bílstjóri alveg að sofna?